Við þurfum fyrst að opna myndin okkar, þá fer maður í File, Open as Layers. Og þá þurfum við bara að fara á þann stað þar sem ykkar mynd er. Opnum fyrir myndina. Síðan fyrir maður aftur í File, Open as Layers. Og þurfum að finna hérna myndina. Síðan þarf maður að ákveða, gerum hérna convert ef þetta kemur upp. Síðan þarf maður að ákveða hvora myndina við ætlum að færa yfir og ég ætla að taka hérna Nicolas Cage myndina og færa hann yfir á hann. Við sjáum að hægra minn hérna koma svona tveir, alltaf kallast leyerar. Það eru svona tvær myndir ofan hvernig aðri og ég get smelt á augað og þá hverfa þær. Ok, þannig að núna vil ég gera, ég vil taka andlitið á Nicolas Cage og færa það á Joaquin Phoenix. Þannig ég slekk þetta á þessi mynda og ég passa því mjög mikilvægt að smetla á þennan layer. Því að vera að vinna í honum, þá verð ég að smetla á hann. Síðan tek ég hérna bara þennan hérna hring. Ég fer núna að ljóma allt, passa ná vel út fyrir andlitið. Ljóma hérna. Síðan fer ég einfallega í Edit Copy og síðan Edit og Paste. Man getur líka gert Ctrl-C og Ctrl-V á lyklaborðinu. Þegar ég gerir þetta, þá kemur upp hérna nýr svona layer. Ég hægri smelli á hann og geri hérna vel to new layer. Ok? Ég ætla núna að slökkva á Nicolas Cage. Þá er hérna nýji layeri minn. Nú ætla ég að kveikja á Phoenix. Það sem ég vil gera, ég vil hafa Nicolas Cage eða ofan á þessum. Þannig ég get tekið layerinn og dreigi hann svona upp. Þá kemur hann fyrir framann. Nú næsta vil ég setja andlitið á Nicolas Cage alveg hann að passi ofan í andlitið á hinum. Þannig að ég vil að sjá í gegnum hennar layer. Þannig ég með hann valinn, þannig nýja layer. Ég fer hérna í opacity og skrúa þetta niður og sé í gegnum hann. Núna vil ég taka hennar layer og færa hann. Þá fer ég hérna hnapp. Þá get ég fært það og ég vil sem sagt að augun passi saman og munnur passi saman. Ég sé strax að Nicolas Cage myndin er alltaf stór. Þannig ég vil skala hana niður. Þá fer ég í hennar hnapp, Scale Tool. Og þá get ég bara að byrja að draga hérna. Og prófa bara eitthvað svona og gera scale. Síðan prófa hérna að færa hann aðeins til. Og hann er ennþá stór, ég þarf aðeins að minnka. Svo þegar hann saman. Munnurinn þarf að vera réttu stað. Þetta er svona nokkurn veginn ára komið. Smá handafina. Segjum bara þessi komið. Þá bara setja ég opacity aftur í botn. Það er komið. Síðan tek ég strókleður. Það er þessi hennapur. Og þá fæ ég upp svona svokallaða bursta. Og ég get stilt stærðina á þessum bursta. Ef ég vil hafa hann mjög stóran eða mjög lítinn. Og ég byrja bara hérna að þurrka, held bara inn músatakkanum. Þurrka hérna kantinn. Tek burt hárið. Tek burt eyrun. Þá er þetta ég sé kannski andlitið Nicolas Cage aðeins svo stórt. Ég get að minnka það kannski aðeins meira. En get svo sem gert það líka núna, ég get smelt á andlitið og minnka aðeins frekar á. Herðu, síðan þegar ég komið eitthvað svona fallegt, að þá getur vel verið að litinni passi ekki alveg vel saman. Og þá er það svolítið handavinna svona fíkt að fara hérna í colors og maður getur farið hérna til dæmis í color balance og þá getur maður dreigið þetta hérna eins til bara örlítið. Þá getur maður fundið kannski svona hann að húlitunum passar betur saman. Þegar það er komið, þá farið bara í file, save as og vist þetta sem verkefni 1 og skilið því inn á einu.